þessi rannsókn, hún sem sagt snýr að karlmönnum sem eru nýgreindir með blöðruhálskirtilskrabbamein og þeim búið að taka þátt í þessari rannsókn og við erum búin að hanna vefsíðu sem inniheldur gagnrýndar upplýsingar allt sem snýr að blöðruhálskirtilskrabbameini, meðferðarleiðum og kostum og göllum hverra meðferðarleiða fyrir sig. Það eru nokkrar meðferðarleiðir í boði, kannski engin ein sem best. Þær hafa allar einhver áhrif, aukaverkanir mögulegar. Þá reynist það sérstaklega erfitt að velja. Þó það séu þetta alltaf erfitt en oft það kannski bara eitt sem í boði. En þarna þetta algjörlega val sem þið þurfa að lesa sér til hvað myndi henta þeim best og taka svo ákvörðun út frá því í samræði við lækni. Og þetta ákvörðunartæki upplýsir þá allar mögulegar aukaverkanir og jákvæðar hliðar og neikvæðar hliðar. Þannig að þeir geta tekið upplýsta ákvörðun í hvaða meðferð þeir vilja helst fara. Og þetta raun og veru líka eitthvað sem þeir gera í samráði við til dæmis bara maka sinn. Þetta sem sagt á netinu, þetta ákvörðunartæki eða svona vefsíða sem inniheldur fullt af upplýsingum. Ákvörðunartæki raun og veru bara spurningar. Þetta verkfæri held ég að gagnist afskaplega vel. Þannig að þetta raun og veru ekki eitthvað sem við erum að segja að þú fer þessa leið og þú ættir að fara þessa leið. Þetta algjörlega þeir sjálfir sem að taka ákvörðuna. Við bara þökkum kærlega fyrir veittan styrk og hann gerur okkur náttúrulega kleift að halda þessari rannsókn gangandi. Án hans væri það ekki hægt. Þannig að við erum afskaplega þakklát fyrir styrkinn og þakklát fyrir samstarf við alla samstarfsaðila og þakklát fyrir þá þáttakendur sem að taka þátt í rannsókninni.